Komið sæl og blessuð og velkomin í Borgó í beinni. Í dag ætlum við að lesa hér einþáttung eftir Jökul Jakobsson sem heitir Því miður frú og með mér í dag hún Katrín Halldóra. Velkomin. Takk fyrir. Og eins og áður þá verður hægt að horfa þetta áfram inn á YouTube-rás Borgarleikhússins og svo mun þetta fara inn á hlaðvarpið okkar sem á Spotify og svo hægt að sjá þetta inn á vísi.is líka. Hæ. Hæ, gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Hvað segir þú? Ég segi bara gott, mjög gott. Jú, ég að flytja. Já. Þannig ég stend í ströngu í því og svo alltaf eitthvað að streyma og eitthvað svona. En þú? Ég bara rosa hress. Yes. Ég á stutt eftir af litlu. Já, geðveikt. Og þá bara, gengur bara vel og gaman. Ok, ertu fullkomlega að missa þig í hreyfigerð? Já, alveg bara í farin, sko. Ég vissi það. Það er tilbúið hjá mér, sko. Ok, en ertu með barnaherbergi sem að lítur út eins og eitthvað svona síða í tískublaði? Áhrifavaldar, þú veist, þeir bara eigi ekki séns í mig, sko. Nei. En það er ekkert annað inn í þessu barnaherbergi sem er fyrir barnið? Nei, þetta er bara fyrir mig, sko. Þú veist, barnið getur ekki notað neitt af þessu dóti. Ég segi það. Þannig að eins og þetta sé fínt. Já. Allt svona kannski ekki svona svart og króm, eitthvað svona litapaletta. Nei, ég er í myndugrænum. Er það tískuldurinn dag, myndugræn? Já, ég myndi alltaf það. Já, einmitt. Það er svona jörð, eða svona alls konar pælingar. Nei, maður verður algjörlega bilaður í þessu, sko. Og sérstaklega í samkombanni. Þú veist, bara ég var rosalega, þegar faraldurinn var sem hæst, þá var ég bara inni, bara heima. Já. Og ég bara, þú veist. Misti þig? Já, þú veist, ég átti allt til, þetta er ekkert eitthvað sem ég er búin að vera út í bæ að kaupa endalaust. Nei. Áttur allt band úti til? Já, þú veist, ég var búin að sanga að mér, sko. Já, einmitt. Og nú er bara beðið eftir prinsinum. Já, geðveikt. En gaman að fá að lesa Jökul Jakobs. Já, rosalega gaman. Við lásum nú verk eftir hann fyrir nokkrum vikum sem heitir Herbergi til leigu. Já. Ferlega skemmtilegt. Og það er rosalega gaman að fara og heimsækja þessi verk aftur af því að það er bara, þau eru svo rosalega margslungin og skemmtileg og þessir einþáttungar eru svona svo skemmtilegir af því að þeir svona, hann er að leika sér að svo alls konar einhvern veginn svona stemmingum og leika sér með formi og svona og það er líka rosa gaman að sjá að því að hann hefur nú alveg verið kallaður svona fyrsta íslenska nútíma leikskáldið, að hvað textinn nær einhvern veginn að verða rosalega svona skemmtilega hversdagslegur og sem er ógeðslega fyndið að sjá að heldur bara enn þann dag í dag, þó svo að þú veist, fólk þéri hvort annað og segja eitthvað, góðan daginn frú og eitthvað svona, þá er samt eitthvað svona náttúralismi í þessu sem að heldur sér, sko. En þú ert að biðja mig að lesa fyrir eldri frú? Já, fyrir eldri frú. Skilaboð? Já. Það er bara fyrsta sem ég datt í hug, bara hér er eitthvað gömul kettling, ég ætla að hringja í Katrínu. Já, ok. Bara ekkert mál. Nei, mér langaði bara að hitta þig. Já, geggja. Ég er ánægð með það. Er það ekki bara? Langt sem við hittumst. Já, allt of langt, sko. Allt of langt. Já. Ef við ekki bara að vinda okkur í það? Jú. Ég held það. Því miður frú. Barið að dyrum. Halló, kom inn. Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta er sorpið ekki rétt? Hreinsunardeild Reykjavíkurborgar á þetta? Já, auðvitað. Fyrirgeði. Ég meinti nú alls ekkert illt, það er bara, ég hef alltaf heyrt talað skiljiði að þessi eða hins í sorpinu, sko. Þeir sem vinna hérna, sko. Já, ég meina, ekki þeir sem vinna hér á kontornum, heldur, þeir sem fara út bæinn og hella út tunnunum hjá manni á bílana, sko. Hreinsunardeild, já, auðvitað. Já, fyrirgeðu, hvernig læt ég? Gerir ekkert, frú, gerir ekkert. Dilu. Já, halló, já. Hreinsunardeild Reykjavíkurborgar. Sorphreinsun, já. Augnablik, frú, fáðu sæti. Takk fyrir. Ég bara stend. Já, halló. Jú, það er hreinsunar... Hvar? Hvar segir þér?
Fjólugutt, já. 15 segið þér. Já, stípla klóak. Jú, jú. Já, þeir eru nýfarnir svo það verður tæpast fyrir en eftir hádegi. Flóur allt út úr. Já, já, ég skil. Fáðu þau sæti. Ha, nei, það var ekkert. Já, já, eins fljótt og, jú, sælir. Er kannski stíplað hjá yður, frú? Ha, Stíplað klósettið. stíplað? Nei, hvernig dettur yfir annað þessu hug? Það hefur aldrei stíplast hjá mér. Nei. Ég held nú síður, aldrei nokkuð tíma. Og ég þó búin að búa þarna í bráðum 30 ár á Grímsstaðaholtinu. Já, Grímsstaðarholtinu, já. Stíplað hjá mig klósettið. Nú, ég spurði bara. Það er nú helst út af því sem að fólk hringir eða kemur. Það heyrir sko undir okkur, skiljið þér. Allt sem stíplast, skiljið þér. Ó, nú skil ég. Við höfum sko menn sem við sendum út bæinn. Ó, já, ég held ég hafi séð þá. Með svona langar sköfur og víra, ha? Já, akkurat. Gríðarlega langar. Já. Yður vantar kannski nýja tunnu. Nýja tunnu. Öskutunnu. Við útvöfum nýjar tunnur líka. Já, svoleiðis. Nei, þakkiði fyrir. Ég held ekki. Nei, ég held hún dugi þessi gamla. Já, hún er alveg nógu góð fyrir mig. Já, einmitt það, já. Já. Maður gerir nú ekki svo miklar kröfur. Nei. Ekki nú orðið? Nei. Jú, ég læt mér nægja þessa gömlu. Ég er ekkert að skipta, nei, vallu þessu. Ekki? Jú. Algjörlega. Vá. Nei. Úff. Vá, ok. Skotin. Fjandi sjálfur. Nei, eins og þið viljið, frú. Nú, hingað kemur fólk þegar það vantar nýja tunnu. Já, auðvitað kemur það hingað. Já, það hafði mér aldrei dottið í hug. Nú, fólk byggir ný hús, ekki flyttu það með sér öskutunnunar. Nei, auðvitað ekki. Og svo ganga þær úr sér eins og gengur. Já, það er svo sem auðvitað... Stundum með tunnunum stólið. Stólið? Já, strákapör. Ég er nú aldeilis skáttu. Bara stólið? Jæja, hvað get ég þá gert fyrir yður? Já, það er nú einmitt það. Það er ekki stíplað. Stíplað? Nei. Og ekki ný tunna. Hreint ekki. Takk fyrir. Nú? Já, það var nú einmitt það. Já, eitthvert erindi hljótið að eiga. Fólk kemur ekki hingað að ganni sínu. Nei, ég kem nú aldeilis ekki að gamni mínu. Er kannski yfir full hjá yður tunnan. Það er glemt að losa úr henni. Ha? Nei, segi nei. Ég hef alls ekkert upp á þá að klaga síður en svo. Þeir losa alltaf samviskusamlega úr tunnunni hjá mér. Já, það mega þeir eiga. Og þeir gera það reglulega vel. Nú, hvað get ég þá gert fyrir þið? Nú... Það var út af kettinu mínum. Kettinu með þar? Kettinu, já. Og hvað með hann kött? Kötturinn minn er búinn að vera týndur í bráðum 3 mánuði. Kötturinn þar? Já, kötturinn minn, svart flekkótt læða, ekki nema ársgömul litla skinnið. Já, en góða kona, ekki eigum við að passa upp á köttinni þar? Nei, ég veit það. Og hvers vegna í ósköpunum komið þér þá hingað? Já. Þetta er hreinsunardeild Reykjavíkurborgar. Já, ég veit það. Okkar hlutverk, það er að losa úr öskutunnum og flytja það í sorpeyðingarstöðina. Og svo höfum við menn til að losa stíplu úr klóakum. Já, og svo útvöfum við nýja tunnur. Já, ég skil. En við höfum ekkert með ketti að gera. Nei. Það er nú svo.
Já. Því miður, frú. Já. Þetta er sko hreinsunardeildin. Já, ég skil. Það er nefnilega það. Já. Já, það held ég nú. Því miður. Ég skil. Halló? Já, jú, mikið rétt, hreinsunardeildin, já. Ég býst við þeim fyrir hádegið, já. Stífla klóak, já. Já, strax upp á hádeginu. Jú, hvar þá? Númer hvað? Númer 14, já. Ha? Hvað sögðu þér? Sigurlaug, jú. Ekkert að þakka, já, sæl. Ha? Ábyggilegt? Jú, ég er nú hrættur um það. Síðan fyrir helgi? Já, ég skil. Vissur ekki, ha? Nei, ég skil. Já, alveg ábyggilegt. Já, ég hef búin að skrifa það niður. Nei, ég gleymi öngu. Auðvitað? Já, sælar. Já, ég skal segja ykkur. Já, þér eru þarna ennþá? Já, ég er hérna ennþá. Já, það voru út af ketti. Já, það voru út af kettinu mínum. Svart flekkótt læða ekki nema árskömmu litla greið. Ósköp gæf og góð og vék aldrei frá húsinu þó ég væri með hann út í porti og þyrfti að bregða mér inn að gáa pottinu. En fyrir en einn daginn, og það eru bráðum 3 mánuði síðan, já, það var rétt fyrir páska. Já, ég er hræddur að það sé lítið sem við getum gert, kona góð. Eins og ég sagði þér, við losum öskutunnur, hreinsum stíflu klóak, útvegum nýjar tunnur. Þetta var rétt fyrir páskana. Ég sett hana út gluggann, ég er í kjallaranum, skiljið þér, sett hana út gluggann eins og ég vön, ef ég sá það á henni að hún þyrfti einhvers með, hún lét alltaf vita, skiljið þér, klóraði svona í gluggann og vældi litla skinni. Jáhá. Og hún var sem sagt ákaflega þrifin. Já, en samt sem áður, frú, skiljið þér, við getum ekkert gert. Ekkert? Nei, því miður, kettir sko, já, það er bara ekki okkar deild. Nei, já, það er ekki ykkar deild. Nei, eins og ég sagði, því miður, kettir, þeir heyra ekki undir okkur. Nei, já, þið hafið náttúrulega nóg á ykkar könnu. Mikil ósköp, við þyrftum að vera helmingi fleiri, því miður. Jæja, ég bið yður að afsaka ónæðið. Já, það var ekki mikið, frú. Og verið þið sælir. Já, verið þið sælar, frú. Sælir. Já, sælir. Og fyrirgefið. Ekki neitt, frú. Segðu mér annars, því reynið þér ekki að auglýsa. Það væri miklu nær en að koma til okkar, einu auglýsing. Ég er búin að auglýsa í öllum blöðunum. Fyrstu 2 vikurnar skal ég segja þér. Ég setti auglýsingu í öll blöðin og fólkið það var ákaflega elskulegt. Ég setti smá auglýsingu í 1 blaðið í 5 eða 6 skipti og fólkið það var mjög elskulegt. Það vildi mér ekkert taka fyrir síðustu 2 auglýsingarnar en það kom ekkert út af það. Ekki nokkuð skapaður hlutur. En þó gaf ég nú upp símanúmer. Já, það var kona á hæðinni sem lofaði mér að gefa upp símanúmerið hennar. En það kom út á 1, enginn hringdi og enginn kom. Já, það var leiðilegt. Fólk hefur í svo mörg að snúast. Það hefur ekki tíma til að svipast eftir einum ketti. Eins og þetta er nú fallegu köttur. Svart flekkótt. Já, það er hvítt á henni trínið, en eyrun eru bæði svört og lappirnar. Já, það er engin leið að vita. Kannski kemur hann einhvern daginn. Ég hef nú alltaf verið að vona það. Ég hef aldrei þorað að loka glugganum. Ég set alltaf nýja mjólk í skál í gluggakistuna ef skekkin hún kemi. Já, það er aldrei að vita. En nú eru komnir 3 mánuðir. Jáhá. 3 mánuðir. Já. Það er náttúrulega ekki gott. Ég skil ekkert í henni. Að álpast þetta í burtu, kattaskömmin og rata ekki, og rata svo ekki heim litla skinni. Já, hún hlýtur að rata heim, fyrir eða síðar. Já, nema einhver hafi stolið henni.
Stoliðinni? Nei, það kemur ekki til mála. Fólk stelur ekki köttum. Stelur ekki köttum? Nei, skramba kottnið að fólk steli köttum. Nú, fólk stelur öskutunnum. Öskutunnum? Já, þér sögðu það sjálfur áðan, að fólk stæli öskutunnum. Já, að vísu. Nú, því skildi fólk ekki alveg eins stela köttum. Já, öskutunna, það er ekki köttur. Nei, ég sagði heldur aldrei að öskutunna væri köttur. En ef fólk gæti alveg stólið ketti eins og öskutunnu, fólk stelur öllu steini léttara og þá alveg eins köttum. Já, það má kannski segja það. Kannski? Ég skal nú bara segja þið það. Ég er nú ekkja. Já, ég er búin að vera ekkja í bráðum 6 árumlega, skal ég segja þér. Og maðurinn minn, hann Sigurður, sem allir könnuðust við á holtinu, hann vann á Eyrinni alla sína tíð og svo var hann að hætta því hann var hann svo slæmur í bakinu og svo var hann farin að finna fyrir þvagteppu og liðagigt og fór svo loks úr lungnabólgu, skal ég segja þér. Já, við vorum nú búin að vera gift í tæp 30 ár, áttum 4 börn og 2 þeirra komust upp. Ég skal bara segja þér það að meðan Sigurður minn heitinn lá á líkbörunum, það var nú bara stolið skóhlífunum hans úr forstofunni hjá okkur. Já, andskotið er að heyra. Náttúrulega hefur þjófurinn ekkert vitað það að hann Sigurður lá á líkbörunum, en það er sama. Og forstofan, hún var ólæst að vísu, en það er alveg sama. Það er nógu ljótt fyrir því. Já, það er engin takmörk fyrir því hvað fólk er ósvífið. En þetta er nú líka eina skipti sem við urðum fyrir þess háttar ónæði þarna á Grímsstaðarholtinu. Já, en það er nokk sama. Og að vísu má segja það, að hann Sigurður minn heitinn, hann þurfti ekki lengur á skóhlífunum að halda. Nei, það má kannski segja það. En það gat þjófurinn ekkert vita. Nei, reynd ekki. En söm var hans gerð. Já, það má þú segja. Já, við komum sem sagt upp þessum 2 börnum. Já. Og drengurinn fór í siglingar, 17 ára. Já, hann hefur alltaf verið á útlendum skipum og siglir víst allan heiminn. Já, einmitt það. Já, og telpan giftist austur á Firði. Já, hann er skurðgröfumaðurinn hennar. Og svo á sjó á veturinn, og þeir eru það nú víst þarna fyrir austan, til sjós og lands. Já, hún var nú ansi dugleg að skrifa telpan, þar til að fór að eiga börnin. Já. Það er nú ekki mikill tími aflögu, þegar maður er komið með 5 börn. Nei. En hann er víst dugnað að forkur maðurinn hennar og ekki drekkur hann, svo mikið víst. Nei. Og þau hafa nú skýrt eftir honum Sigurði einnum. Það veit ég honum hefði nú þótt vænt. Já. Þetta með köttinn, kona góð, ég er hræddur að við getum ekkert gert. Ég er hræddur að þér verðið að leita annað. Já, það er víst ekki annað að ræða. Lögreglan, hver veit nema hún geti eitthvað hjálpað? Þér vitið hvar lögreglustöðin er? Þeir sögðust ekkert vita ketti. Þeir heyrða hunda sem er á flækingi, en ketti sögðu þeir, ketti láta þeir eiga sig. Einmitt það, já. Og ég hef nú líka talað við það hjá brunaliðinu. Á brunaliðinu? Já, og þeir hafa ekkert með kett að gera. En þeir voru ákaflega höflegir. Blessaði menninni. Þeir buðu mér upp á kaffisopa þarna inni hjá þeim og vínarbrauð. Og allt þetta var bara reglulega hugguleg stund. En svo hringdi bjalla allt í einu og þeir ruku burtu án þess einu svona klárubollun. Já. Já, brunaliðið. Það er ekki að sögum að spyrja. En afskaplega voru þetta elskulegi menn. Ekki vantaði það. Já, því getið trúað. Eins og Grímsstaðarholtinu í gamla daga. Það voru allir svo elskulegir.
Nú er komið svo mikið að nýju fólki. En það er kannski ágætis fólk, ég þekki það ekki, en það getur svo sem meir en verið. Nú er alltaf verið að rífa gömlu húsin og Grímsstaðaholtinu. Það koma ný í staðinn og það er allt annað fólk sem býr í nýju húsunum. Það liggur við maður þekki ungan lengur. Eins og hann Sigurinn minn heitinn var vel séður þarna á holtinu. Það er bara varla nokkuð maður sem man eftir honum lengur. Já, gengur nú til sí svona. Þeir rífa gömlu húsin og það kemur nýtt fólk. Já. Nú á til dæmis að fara að rífa húsið sem ég bý í. Bærinn er víst búinn að kaupa það og þar á að byggja blokkan. Já, þeir ætla víst að skaffa okkur pláss í staðinn. Ekki veit ég hvað. Þeir eru skyldugur til þess. Það eru sko lög fyrir því. Já, lög. Æ, ekki veit ég það. Ég veit bara það. Ég kvíði fyrir því að fara af holtinu og það veit ég hann Sigurinn minn heitinn. Hann hefði ekki tekið það í mál. Þér hafið ekki reynt að tala við þá hjá bænum, ha? Tala við þig hjá bænum. Út af kettinum, kannski þeir geta eitthvað gert. Ó, ætli það. Hver veit, en kannski. Ég hef talað við þá sem að borga mér út ellistyrkin. Já, stúlkurnar þær hlógu nú bara, skal ég segja þér. En svo náði ég tala af einhverjum myndarlegum manni sem hefur þarna prívat kontór og það veit ég, þeir hafa alveg geysi mikið að gera, þeir menn. En hann hlustaði á mig. Þetta var einstaklega myndarlegu maður og ekkert nema þægilegheitin en já, hann sagði bara sem var, þetta væri tryggingastofnun en þeir gæti ekki staðið í neinu öðru. Já, þeir hafa nú víst sitt hvað snúast í tryggingum, það mætti segja mér. Ó já, það eru nú meiri ósköpin sem þeir þurfa að reikna út. Já, hérna, seg mér eitt. Hvers vegna fáið þér yður ekki bara nýjan kött? Nýjan kött? Já, það hlýtur allstæðar að vera þetta að fá kettling, ekki trúi öðru. Já, það er trúlegt. Þá held ég að vandinn sé leystur, fá bara nýjan kött. Já, þetta sagðan Gunnlaugur læknir líka. Gunnlaugur læknir? Heimilislæknirinn okkar, skiljiði. Við höfum haft hann alveg frá því hann byrjaði. Hann er, skal ég segja þér, alveg reglulega huggulegur maður og já, mest að furða hvað hann gefur sér tíma til að tala við mann eins og hann er nú mikið sóttur og já, hann reyndist honum Sigurinn mínum heitnum afskaplega vel og já, hann sagði þetta sama við mig, bara fá sér nýjan kött. Já, það held ég að væri einfalt mál. En það væri aldrei sami kötturinn. Sami kötturinn? Nei, það væri allt annar köttur. Já, vissulega væri það annar köttur, en köttur samt. Já, það má kannski segja það. Það hefði ég haldið. En aldrei sami kötturinn. Nei, að vísu, en köttur held ég, köttur væri nú aðalatriðið, hvort svo sem það er nú nýr eða gamall köttur. Já, hann var nú ekki gamall litla skinnið, rétt eins ás. Anganóra. Þér hafið ekki reynd að ganga í húsin hérna á Grímsstaðaholtinu? Ég held nú það, oftar en einu sinni og spurt alla. Og enginn orðið var við köttin? Enginn sé neitt til hans? Það kom að vísu til mín strákur. Nú? Já, daginn eftir að hún kisa mín týndist. En það er nú ekki ævinlega að marka hvað þessi strákar segja, sko. Tja, og hvað sagði þessi strákur? Já, hann sagði, hann sagðist hafa séð daginn áður, skiljið, vörubíl sem keyrði við kött þarna á horninu á Hjarðarhaga, þið vitið, og svo hefði komið maður og hent kettinum í húsgrunn fullan af vatni. En það er ekkert alltaf að marka hvað þessi strákar segja. Já. Enda er það mikið af köttum af flækingi allan bæ, alveg urmullaðum, ég held að nú allir vissu það. Já, að vísu, það úr og grúur af þessum köttum allan bæ. Og margir er það svartir og hvítir. Já, segi já. Og strákurinn þessi, hann hafði aldrei séð köttinn minn, ekki svo ég viti. Nei. En svo það er enginn kominn til mig að segja að þetta hafi verið kisa mín. Nei, það er alveg ósannað mál. Já, ekki svo að skilja,
Ég held að strákurinn hafi ekkert ætlað að hrella mig neitt. Óskup penn og brúlu drengur. Sjálfsagt hefur hann komið í bestu meiningu, drengurinn. En honum hefur bara missýnst. Það er alveg augljóst, honum hefur missýnst. Já, unglingar eru ekki eins eftirtektarsamir nú til dags. Nei, þar er ég alveg með þur. Það gerir hraðinn á öllum hlutum. Það er allt á flegi ferð nú orðið. Já, það má nú segja. Ísinn og þísinn, allt á Spáni. Það held ég nú. Jæja. Já, þér haldið að ég ætti að reyna að tala við það hjá bænum. Já, það ætti ekki að saka. Já, það er aldrei að vita. Sjálfsagt er þetta bestu menn. Ég er nú hræddur um það. Jæja. Já, verið nú sælir. Já, verið sælar. Og þakkið fyrir hjálpina. Já, það var nú ekkert sem ég gætt gert. Og fyrirgefið ónæðið. Já, það var nú ekki stórt. Verið blessaðir og sælir. Já, verið blessar og sælar. Sælir. Sælar. Halló. Jú, hreinsunardeildin, jú. Klóak. Jú, akkurat, jú, ég skal skrifa það niður. Bíðum við, hvar sögðu þeir? 87. Búm. Búm. Já, þetta var skemmtilegt. Þetta var frábært. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Mín var ánægja. Og takk fyrir hlustununa á áhorfið. Og eins og ég segi þá verður þetta aðgengilegt inn á okkar miðlum hvern sem er. Hægt að horfa aftur og aftur og aftur. Aftur og aftur. Takk fyrir.